Á hverri nóttu dreymdi Heiðu eftirlætis drauminn sinn, því drauma getur enginn bannað, ekki einu sinni ungfrú Rottenmeier. Sæll, Pétur! Hérna eru fleiri brauð. Eru þetta brauðin sem þú sagði mig frá, amma? Já, barnið mitt, mér langaði alltaf í svona brauð. Loksins fæ ég brauð sem ég get tuggið. Það er hindberjasultubragð af mínu brauði. Ég fæ mér eitt til að gá hvernig það er á bragðið. Það er rjómabragð af mínu. Hvað oft á ég að þurfa að banka? Góðan dag, Tína. Komdu ekki aftur og seint að borða. Ungfrú Rottenmeier er í svo vondu skapi. Hún hefur allt á hornum sér síðan þú hljópst á brott. Hún skeyti skapið sín okkur. Hræðilegt. Brauðin mín. Brauðin mín. Ég legg mig fram við að síða barnið, það vitið þér, en árangurinn er bara ekki í samræmi við erfiðið. Kannski er hún ekki eðlileg, það er hún áreiðanlega ekki, það er eina skýringin. Hvað haldið þér? Því miður er ekki jafn auðvelt að svara þessu og þér kannski haldið, ungfrú Rottenmeier. Að sumu leyti er hún eðlileg og að öðru leyti ekki. Hún virðist eðlileg þegar maður talar við hana. Hún er svo athugur, en hins vegar finnst mér óeðlilegt að hún skuli ekki kunna stafrófið. Orðin 8 ára. Furðulegt. Það kemur heim við það sem mér finnst hana. Á nefa, hún er fljót að skilja, hún er ótrúlega sjálfstæð með því aldur, en að stafrófið. Á ekki 8 ára barn að geta greint A frá B. Það er einmitt það sem ég er alltaf að brjóta heilanum. Því miður virðist grunur minn hafi verið réttur. Hún er ekki heppilegur félagi fyrir ungfrú Klöru. Reynið að stillíður. Þér verðið fyrst og fremst að hugsa heilsuna. Það er ekkert vit í að þér gangið fram af yður fyrir ókunnugt barn. Ef hún heldur svona áfram þá spillir hún uppeldi Klöru. Áralangt erfiði, góðsemi, fyrirhöfn og áhyggjur, allt til einskis. Er eitur í kaffinu? Ég hef spillt henni. Mér hefur orðið á, ég hef verið of veikgeðja. Nei, það myndi ég ekki segja. Nei, er það? A, B, C, D, E, F, G, H, I og J, og K, og L. Við erum ekki komin lengra. Ágætt barnið mitt. Opnaðu nú bókina þín, Aðalheiður. Nú færðu engan stuðning frá mér. Nú verður að lesa hjálparlaust. Hvaða stafur er þetta? A. Ágætt. Og svo næsti? B. Það er rétt. Lítum nú á þessa bókstafi hérna. Z. X. P. Þessi heitir Z og þessi hérna X. Þú ruglar þeim alltaf saman. Aðalheiður. Opnaðu nú stílabókina þína og skrifaðu alla stafina í hana og 10 sinnum þá sem þú þekkir ekki. Ég er búin. Lof mér að sjá. Þetta er fallegt, afar skipulegt og vel skrifað. Þá er komið að reikningnum. Hvað er 10 sinnum 10? 100. Hvað er 100 mínus 20? 80. Bættu svo 9 við. Ekki svara strax. Dragðu fyrst 10 frá útkomunni. Hann er alveg eins og steingeithafurinn minn. Ekki svona hátt. Hvert vorum við nú komin? Hann er alveg eins og steingeithafur sem ég sá.
Það var nú það. Þá snúum við okkur að skriflegu verkefnum, frú Klara, á blaðsíðu 12 í verkefnabókinni. Heiða, Heiða. Ég var að tala við þig. Verið sæl! Ég kem aldrei aftur, ég flýg heim. Ég bið að heilsa Klöru, en ekki ungfrú Rottenmeier. Hjálpi mér! Halló! Ungfrú Rottenmeier, þér duttu niður af stólnum, brotnuðu þér nokkuð staðar, finn ég þér til. Nei! Sestu! Mér var að dreyma. Er hægt að dreyma með opinu augum miðjan dag? Já, því skildi mann bara geta dreymt þegar dreymtir. Bókstafirnir eru það steingeitum. Ég hafði rétt fyrir mér í morgun þegar ég sagði hún væri ekki heilbrigð. Já, komdu inn, Sebastian. Það er von á húsbóndanum heim. Gott, þá sér maður fyrir endan á þessum draumförum. Hvenær kemur pabbi? Stendur í skeytinu hvenær hann kemur? Það stendur í fyrramálið. Loksins kemur pabbi heim og það strax í fyrramálið. Hafiðu mig afsakaði, herra stúdent, ég þarf að undirbúa komu hans. Þó það nú væri. Ég hlakka svo til. Þér á áreiðanlega eftir að gæðast að pabba. Hann er svo indæll. Hann er samt varla búinn að taka upp úr töskunum þegar hann þarf að setja niður í þær aftur. Ég var fyrir svo miklum vonbrigðum seinast. Af hverju? Hann stóð bara við í 3 daga. Hann ætlaði að vera lengur. En þá kom þetta leiðinda skeyti frá París og hann þaut strax á stað aftur. Ég vildi að ég gæti farið með honum. Veistu það, hann pabbi er reglulega indæll. Það er alltaf svo miklu betra þegar hann er heima. Þá segir hann mér skemmtilega sögur frá ferðum sínum. Ef þú vilt þá getur líka sagt honum einn af sögunum þínum. Hann hefur mjög gaman að slíku þegar hann hefur tíma til, sem er ekki oft. Þykir pabba þínum vænt mig? Þykir honum jafn vænt þig og öðrum pöbbum síðar? Auðvitað þykir honum vænt mig, mér að segja mjög vænt. Er það? Og hvernig veistu það? Hann hefur oft sagt að honum þykir vænt mig. Hann hefur líka skrifað mér það í bréfi og hann færir mér alltaf gjafir þegar hann kemur heim. En, nei. Það er ekki þannig sem ég veit það. Ég veit það vegna þess að mér þykir líka afskaplega vænt hann. Mér þykir vænt hann og honum þykir jafn vænt mig. En indælt. Þú hefur rétt fyrir þér, eins og alltaf. Mér langar að vita svo margt pabba þinn. Ég held að ég hafi ekki lofað hann of mikið.
gluggakistuna. Sýnist þér hún vera hrein? Ég ekki búin að þrífa hana. Á ég ekki fyrst að þrífa inni hjá húsbóndanum? Hvort á ég fyrst að þrífa gluggan eða herbergið? Auðvitað herbergið fyrst. Gluggarnir geta beðið. Allt í lagi. Láttu hreint á rúmið hans. Ég er búin að því. Þið þurfið ekki að minna mig á það. Engin fyrirvari fremur en fyrir daginn. Hann hefði getað sendt skeytið fyrr. Hann mætti hugsa meira heimilið. Það finnst mér að minnsta kosti. Í öllum æsingnum lá við að ég gleymdi því sem mestu skiptir. Hann vill sjálfsagt skoða herbergi krakkans. Hún geti eins tekið upp að því að sofa á gólfinu. Hún er vís til alls. Ég verð að þvo á mér hárið. Hún hefur þó reglu á hlutunum, henni er þá ekki alls varnað. Guðsjós næstur. Vonandi er mig að dreyma. Brauð. Grjóthörð smábrauð. Ég trú ekki mínum eigin augum. Kom eitthvað fyrir? Skildu ekki eitt einasta eftir. Hugsa sér ef húsbóndinn hefði séð þetta. Láttu þau vera! Ég á þau! Ekki snerta þau! Burt með þig! Nei, þetta eru brauðin sem amma á að fá! Ég á þau! Hún amma á að fá þau! Þetta eru hveitibrauðin handa ömmu! Þau fara rakleitt á eldinn. Þau eru áreiðanlega mygluð. Nei! Þú skalt eiga mig á fæti ef eitt einasta verður hér í fyrramálið. Ekki berja nú, frú Rottenmeier. Hún vildi gera gott. Sleppið henni. Mér er löngu ljóst að þú stendur með henni í þessum óknýttum. Skiptu þér ekki að þessu. Nú er nóg komið. Þolinmæði mín er á þrotum. Ég segi húsbóndanum frá þess á morgun. Honum verður þá ljóst hvernig í málum liggur og ég veit hvað ég ræð honum. Mér er alveg sama. Ég vil fá brauðin mín. Ekki Heiða, þetta er ekki til neins. Þau eru fyrir löngu orðin óæt. Nei, þau voru svo góð. Þau eru orðin gömul. Gömul brauð verða grjóthörð og óæt. Því miður hafði hún frú Rottenmeier og rétt að standa. Þau voru mygluð og það var vondlíkt af þeim. Það var allt til einskis. Þá hef ég verið í Frankfurt til einskis. Heiða, þegar þú fer heim, þá skal ég gefa þér stærðarkörfu fulla af nýjum smábrauðum, indælum hvítum smábrauðum. Gömlu glerhörðu brauðin voru ekki mönnum bjóðandi. Hættu nú að gráta. Þetta lagast ekki þó þú grátir. Svo fæ ég heldur aldrei að fara heim. Hver segir það? Vitanlega ferð einhver tíma heim til þín. Nú ertu reið út af brauðunum, en þau voru orðin óætt. Þér er óhætt að trúa því að þú færð fersk brauð með þér. Nei, Hvað er nú að? Sagði ég einhverja vitleysu? ég get ekkert gert rétt og það þýðir ekkert að reyna að útskýra neitt. Engum líkar við mig og það sem ég er kærast er tekið frá mér. Ég borða bara eitt smábrauð á morgnana og Mjása gerði aldrei neitt. Ég veit að ég fæ aldrei að fara heim, bara því mig langar heim.
að gráta. Mér þykir fyrir þessu en ég get ekkert gert. Komdu inn til mín. Ég reyna að finna upp á einhverju skemmtilegu sem við getum skemmt okkur við. Manstu eftir kissumyndinni sem ég gaf þér? Þú mátt líka eiga hinar myndirnar. Þér fannst það svo fallegar. Komdu. Ég kann líka sögu geitur. Á ég að segja þér hana? Hún er mjög spennandi og ég viss að þér finnst hún skemmtileg. Ég ætla samt að segja þér söguna. Hlustaðu nú á, hann pabbi var vanur að segja mér hana. Einu sinni endur fyrir löngu bjuggu lengst inn í dimmum greniskógi í snotru og skartlegu húsi geitamamma og 7 hvítir kiðlingar. Henni þótti afar vænt börnin sín og hafði alið þau vel upp. Dag nokkurn setti geitamamma upp hvítu hanskana sína, tók töskuna sína, fór í kápuna og kallaði á alla 7 kiðlingana. Elsku börnin mín, sagði geitamamma, ég þarf að fara í búð og þið verðið að vera góð heima á meðan. Þið megið alls ekki opna þó barið sé að dyrum, það gæti verið úlfurinn. Börnin lofuðu því upp á ær og trú, en ekki var geitamamma fyrr farin, en barið var að dyrum. Þetta er ég, hún mamma ykkar. Opniði, elsku börnin mín. Ég er með fallegar gjafir og ég hlakka til að sjá ykkur. En kiðlingarnir vissi sínu viti og skildu að þetta var engin annar en úlfurinn. Þau þekktu hann á rámri röddinni. En úlfurinn var engin auli heldur. Hann skildi á hverju kiðlingarnir höfðu þekkt hann. Hann læddist burt og át fullan poka krít. Opniði fyrir mig, börnin mín. Þetta er á mamma ykkar. Þetta er röddin hennar mömmu. Hún talar einmitt svona. Sýndu okkur fyrst að því lappurnar, þær eiga að vera hvítar. Nei! En úlfurinn var mjög slingur og hafði dýft loppunum í hveiti og hann sýndi þeim þær. Nei! Húrra! Mamma er komin! Komdu inn, mamma! En hvað gerðist þá? Úti fyrir stóð úlfurinn. Hann réðist nú á kiðlingana og át þá einn af öðrum. Úlfurinn stóð nú svo á blístri að hann rétt dróst út úr húsinu og þar var hann afvelta. Skömmu síðar kom geitamamma heim. Hún hlakkaði til að hitta börnin sín. En hvernig sem hún kallaði, þá svaraði enginn. Hún hljóp út úr húsinu og kallaði á börnin sín með nafni, en ekkert þeirra svaraði. Ég var búin að biðja ykkur að fara varlega, börn. Börnin mín! Þegar móðurinn hrópaði á yngsta kiðlinginn, heyrðist dauft svar úr klukkukassanum. Hann eignaði sloppið við að lenda í ginu úlfsins. Hann sagði mömmu sinni frá því sem gerst hafði og grét beisklega. Geitamamma líti á sögu kiðlingsins og brast í grát. Kiðlingurinn var óhuggandi og grét hástöfum. Móðirinn reyndi að hugga hann og þau fóru út. Þau gengu í kringum húsið, gegnum garðinn og þaðan út á völl. Og þar gengu þau fram á vonda úlfinn, þar sem hann lá sofandi undir stóru tré. Þetta er svo sorglegt. Hvað svo? Haltu áfram. Var maginn á honum stór? Já, heldur betur. Og þar var brölt og spriklað. Fyrstu brölt og spriklað, hugsaði geitamamma, þá eru þau á lífi. Hún flýtti sér heim og sótti stór skæri. Svo klippti hún í sundur belginn á úlfinum. Klipp, 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 klipp.
og útstukku allir kiðlingarnir. Hver á fætur öðrum, þau hoppuðu og dönsuðu af kæti. Þú getur ímyndað þig hvað þau urðu öll glöð. Og Úlfurinn var búinn að vera. Ræfilskvikindið. Heyrðu, þetta stenst ekki. Geitur eignast aldrei nema 1 eða 2 kiðlinga, en þess áttu 7. Já, en þetta er bara ævintýri. Það er heldur ekki víst að ég hafi farið rétt með söguna. Ég var búin að gleyma hvernig hún endaði. Er það? Það var eitthvað úlfinn, ég man bara ekki hvað. Ég held þau hafi fyllt á honum kviði með steinum. Það líst mér vel á. Komdu, við skulum fara inn til mín. Ætlarðu í alvöru að gefa mér myndirnar? Auðvitað, þú hefur þá verið að hlusta. Bíddu. Loks kom að því að vagninn birtist. Sesemann kaupmaður var kominn heim. Hann hljóp upp tröppurnar og heilsaði Klöru dóttur sinni hjartanlega. Og Heiðu, sem kom ekki upp orði fyrir feimni, heilsaði hann vingjarnlega. Hann ávarpaði hana eins og litla hefðarkonu. Svo sótti hann pakka í stóru töskuna sína og gaf Heiðu. Heiðu var strax ljóst að henni myndi geta þótt mjög vænt Sesemann kaupmann og hún vildi allt fyrir hann gera. Kaupmanninum leist líka strax mjög vel á Heiðu og spurði þær Klöru og Frú Rottenmeier spjörunum úr hana, en frá því Sind die Berge